Leikskólinn Grænaborg í Suðurnesjabæ líklega einn glæsilegasti leikskóli landsins og jafnframt langstærsta einstaka fjárfesting Suðurnesjabæjar til þessa. Þetta kom fram í máli Magnúsar Stefánssonar, bæjarstjóra, við formlega vígslu leikskólans Grænuborgar í Sandgerði á mánudag. Grænaborg 6 deilda með tilheyrandi stóðrýmum, eldhúsi og veglegri aðstöðu fyrir starfsfólk. Gert ráð fyrir 130 börnum og eftir opnun hans hafa öll börn sem sótt hafa pláss komist að. Grænaborg hóf starfsemi í ágúst síðastliðnum og leysir að fullu leikskólan Sólborgu af. Jón Ben Einarsson, sviðsstjóri skipulags og umhverfissviðs Suðurnesjabæjar, var eftirlitsmaður með framkvæmdinni sem tók rúmlega 2 ár en fyrsta skóflustunga var tekin í október 2021. Jón Ben, bæjarstjórinn segir að þetta sé flottasti leikskóli á Íslandi. Já, vonandi hann það, akkurat í augnablikinu að minnsta kosti. Við allavega fórum í þessa vegferð til að vanda okkur og okkur fannst að Sandgerðingar ættu bara skilið að fá virkilega bara vandaðan leikskóla og það orðið löngu tímabært að hér yrði reistur bara virkilega vandaður leikskóli eins og ég segi. Já. Hvað hann, bara í örfáum orðum, hvað hann stór og margra deilda og slíkt? Þetta endaði með að hann var byggður í fullri stærð þessi leikskóli. Það stóð til að hafa 4 deilda fyrst, en þetta 6 deilda leikskóli fyrir 132 börn. Og hann svo sem það væri hægt að stækka hann enn frekar, en En dugar tekur hann við öllum börnum sem hafa vilja koma? Hann tekur það sem þörf á núna, en ef það verður áframhaldandi fólksfjölgun í Sandgerði þá gætu auðvitað von bráðar þurft að gera einhverja frekari ráðstafanir. Og eitthvað sérstakt, maður sér það þegar maður kemur inn, þetta virkilega glæsilegt og hönnunin skemmtileg. Var það eitthvað sem þið rýnduð í þetta náttúrulega í byrjun í stýrihóp sérstaklega? Við fórum og skoðuðum fjölmarga nýlega leikskóla, 6-7 skóla, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni og týndum svona það sem okkur fannst áhugaverðast úr þessum skólum og húsluðum inn í okkar hugmyndir þannig að við værum sátt og það var strax í upphafi lögð mikil áhersla á að hafa góðan aðbúnað fyrir starfsfólk, hafa fyrsta flokks hljóðvist í leikskólanum, vandaða lýsingu, við fengum lýsingahönnu mjög góðan með okkur í lið. Þannig að hér fullkomið loftræstikerfi líka, þannig að þetta bara fyrsta flokks aðbúnaður við höfum verið að öllu leyti sem við höfum náð að setja upp hérna. En eitthvað hlýtur að það kostar líka? Þetta ekkert ódýr bygging, en ég vil meina að við höfum náð að gera hana í raun og veru algjörlega á eðlilegum nótum. Þessi bygging endar með öllum kostnaði, þetta allt tínt til og slagar þetta upp í hátt í 1,3 milljarð þessi bygging. Þetta 1135 fermetra leikskóli fyrir utan mannvirki á lóð. 3800 fermetra leikskólalóð, 2700 fermetra aðkomusvæði hér og þannig að þetta auðvitað ekki gefið en ég ekkert ósáttur með niðurstöðuna í því. Við vorum með frábæra verktaka sem kom að málum og það má geta þess að þetta eru aðalega verktakar hér úr Suðurnesjabæ sem stóðu af framkvæmd þessa leikskóla, meira og minna og hönnuðirnir að mestu leyti úr nágrenninu, þannig að þetta er afur sem dálítið beint frá bíli á mörgu leyti. Hvernig staðan í garðinum? Í garðinum, hún í lagi, það bara hann auðvitað fullsett, þeir eru fullsetnir báðir leikskólarnir en það sjálfsagt
þegar verður byggður nýr leikskóli þá ekkert ólíklegt að hann verði í garðinum. Það gæti orðið þannig. Aðalverktaki var Bragi Guðmundsson, byggingaverktaki úr Suðurnesjabæ en arkitekt og aðalhönnuður JEES arkitektar. Þetta falleg bygging sem að skila af ykkur hérna Grænaborg í Suðurnesjabæ, í Sandgerði. En það gekk nú á ýmsu þegar þið voruð lentu í óveðri og slíku, það ekki? Fylltist alltaf snjó? Það var viku 10 daga að vinna að móka út úr þessu. Það var skotbómarlistir hér fyrir utan og hvað var fyrir innan? Við vorum með Bobcat inni að móka og 10 kalla að móka í kvöld. 10 kalla. Húsið var fullt. Það kom hérna yfir húsið, það vantaði gleri hér, kom hérna og hérna inn, sogaðist inn og fyllti húsið. Þannig að það ótt að segja að þið hafið fengið svona auka verkefni í þessari byggingu. Já, þetta var fjörugt. En það var líka oft margir góði dagar, það var ekki það, en þetta var hávetur þarna, mikið frost. Bæjarstjórinn segir að þetta sé glæsilegasti leikskóli á landinu. Það hlýtur að hafa verið gaman að taka þátt í að byggja þetta. Já, ekki að taka þátt, heldur bara að byggja þetta. Ja, þetta var mjög skemmtilegt verkefni, mjög, og bara gaman að fá að vera þáttakandi í því, mjög. En bara eitthvað sérstætt við þetta svona, þú veist, þetta er falleg bygging líka og ekki framúrstöfnum, heldur bara svona einhvern veginn, það er svona klassi yfir henni. Já, sko, ég segi alltaf það sem bjargar þessu, á okkar hálfu, það er að hafa svona góða menn með okkur. Sérstaklega eins og Jón Ben, hann var alveg sérstakur maður sem stóð hérna á hliðina á okkur. Það var alltaf hægt að leysa öll mál og allir urðu ánægðir. Þannig að ég er mjög ánægður með þetta. Svona, nú hafið komið að mörgum byggingum hana og leikskólar eru eitthvað svona, þetta er svona kannski, já, þetta er ótt að segja, þetta er svona gríðarlega vel heppnað einhvern veginn og lítur vel út. Já, þetta er náttúrulega frábærlega hönnuð bygging og virkilega skemmtilegt og náttúrulega svona engin skóli líkur þessum, en nú er náttúrulega verið að gera svipaðan í Reykjanesbæ. Það verður gaman að sjá hvernig hann verður þegar hann er búinn. Gekk vinnan annars vel og hvað voruð lengi að þessu? Við vorum ekki akkurat bara 2 ár. Jú, 2 ár. 17. júlí. Það byrjað. Og við klárum það á 2 árum. Þannig að þrátt fyrir hérna eitthvað smá snjó og ævintýri þá gekk þetta allt þannig lega vel. Já, svona smá töf og einnistingum hana út af gósunni í Grindavík, út af dollu eins og maður segir. En það bara leystist allt á endunum. Já. Læra menn alltaf eitthvað nýtt og séu búin að vera lengi í bransanum, Bragi. Það er við að, þú veist, þegar maður sér hérna splungun í að glæsibyggingu og þú búin að vera í áratugi í þessu, eru menn ekki alltaf eitthvað að læra? Við erum alltaf að læra. Þannig að, já, ég er mjög ánægður með þetta hús. Þetta er virkilega vel heppnað hús. Og hér var ekkert svona sem kom óvart, sko, nema það var kannski þessi skygni hérna, sem við svona endurhönnuðum aðeins upp á nýtt, en þetta enda allt mjög vel. Er það eðlilegt, svona venjulegt hjá ykkur, þið eru duglegir að byggja hús, að þetta gangi bara nokkuð smurt? Já, við heppnum með það, það hefur gengið bara vel síðustu ár, þannig að það er bara góður róli, sko. Jón Ben, við spjöllum við hann og hann sagði að þetta væri svona, hafa verið að, já, meira og minna fólk úr heima byggð sem að vann við að byggja þetta, hinn ýmsu störf. Já, við höfum yfirleitt verið með, ég er náttúrulega búin að vera í svona, hvað, 45 ár. Ég er yfirleitt alltaf með sömurna. Það veist að nú eru múrarnir að hætta og þú ert gamlir. Ég er ekkert orðinn gamall, sko. Arnbjörg Elsa Hannesdóttir er leikskólastjóri Grænuborgar en skólinn er rekinn af Suðurnesjabæ. Hún sagði að starfi gengi vel og mikil ánægja væri með nýja leikskólan. Til hamingju með daginn. Takk fyrir. Þetta er stór dagur hjá okkur þó að þið séu náttúrulega búin að opna fyrir nokkur síðan. Já, þetta er mjög stór dagur og bara gott að geta lokið þessu dag af og bara haldið áfram síðan. Hvernig er komin lítil reynsla reyndar og við erum að tala um nýjan glæsilegan leikskóla. Hvernig svona er þetta ganga? Þetta gengur ótrúlega vel. Það er bara samstaðan, liðsheildin, starfsfólkið og allt bara hérna innan húsið og allt þetta er frábært. Ég er rosalega ánægð með hvað allt er að ganga vel upp og allir svo samstiltir. Mér finnst það líka svo gott. Það er langt sem maður sé svona leikskólabyggingu. Þetta er virkilega vandað til verks og einhvern veginn hljóðvistin góð og
Þannig að þetta hlýtur að skipta máli í starfinu. Algjörlega, algjörlega. Maður finnur það. Ég er búin að vinna í leikskóla í 22 ár og þetta er fyrsta skipti svona sem maður finnur hvað hljóðvistin er mikilvæg og hvað hún hefur mikil áhrif á bara líðan manns yfir daginn, af því að við erum náttúrulega hérna með börn 8 tíma dags og 8 tíma yfir daginn og hérna þannig að maður finnur það. Er þetta svona hefðbundið leikskólastarf eða þið okkur sér nótum eða hvernig maður getur sagt það? Nei, bara hefðbundið leikskólastarf, já. Og hvað er þetta gömul börn? Heyrðu, þau eru frá 18 mánaða og alveg upp í 5 ára. Finnur það á börnunum að þeim líður vel hérna? Já, ég finn það. Þau eru rosalega ánægð og líður rosalega vel og alltaf glöð og brosandi og það gefur manni ótrúlega mikið. Hvernig gengur að manna svona vinnustað? Ótrúlegt en satt, þá bara gekk mjög vel að manna hér og ég tel mig bara að vera með frábæran starfshóp og við erum með líka starfsfólk sem er að koma inn eftir fæðingarorlof og mér líst ótrúlega vel á það fólk líka og þannig að við erum bara vel sett. Það var svona gekk á ýmsu í leikskólastarfinu hérna fyrir nokkrum mánuðum eða árum síðan, þannig að það er komin stilling á allt saman núna og allir horfa fram á veginn. Já, algjörlega. Við erum búin að núllstilla okkur. Nú bara byrjum við á nýju og bara búin að núllstilla okkur og við horfum bara fram á veg.